Já, ég mætti aftur. Þú ert mætt aftur? Já. Ég þarf ekki að hafa emmi með. Ég sá og réðst ekki við þetta. Nei. Eins gott sko. Heyrðu, Já, fullt tungl. fullt tungl og aftur í Stengey. í Stengey. Já. Já, sem þetta svona, við fáum svona, eins og maður segir góður íslensk svona do-over. Þannig ef okkur tókst ekki þess að við ætlum að gera síðasta fullutungli, þá núna tækifæri. Það er svona ofurkraftur Já. með þessu tungli og svona getur verið mjög áköf og mikil orka. Og gott að skoða hvað búið að koma upp síðustu 4 vikur á milli frá síðasta fulla tungli og sjá svona hvar, já, varðandi þema tunglsins, hvað það sem við þurfum að skoða fyrir okkur. Já. En tunglið á sunnudag, 21. Klukkan 10:17 á morgni. Já. Það er fínt að vakna tímanlega og gera smá tunglathöfn eða skrifa hjá sér allavega hvað það er sem maður ætlar að vinna á þessu tungli. Já. En við ætlum nú að minna samt á það hvað við erum að gera. Já, kannski áður en við förum dempum okkur málið. Já. Kannski í fyrsta lagi að nú er opið fyrir skráningar í þín persónulega umbreyting og við elskum þetta tiltekna tungl vegna þess að það er mikið að koma inn á allt sem við erum að tala í gegnum bara í rauninni allt sem við erum að gera. Þetta skoða hvað við viljum, hvar við viljum vera og taka skref í áttina og losa einmitt þetta gamla. Já. Og svo morgun, laugardag, milli 12 og 4, þá ætlum við að vera í Tryggvagarði á Selfossi með orkusteinabúðin okkar. Já. Ætlum að taka þetta í sumarmarkað á Selfossi. Og þar verður sjálfsagt að spjalla við okkur líka námskeið og ýmislegt annað. Ef fólk hefur áhuga að vita hvað við erum að gera, þá verðum við þar til skrafs og ráðgjafar. Já, hlökkum til að sjá. Vonandi sem flesta. Já. Flest. Svo erum við í næstu viku. Já. Þá bjóðum við velkomin á spilakaffi. Já, 5. í næstu viku. Svona í stað svona hefðbundins opins hús. Já. Bjuggum við eitthvað til sem heitir spilakaffi. Já. Við verðum hérna milli 1 og 4 á fimmtudaginn og ætlum að vera með leiðsagnarspil og spilalagnir og við erum náttúrulega eins og sést á bak við okkur alveg töluverðan fjölda, þetta er bara hluti af því sem til er. Já. Þannig að þú getur bara komið og fengið lánaðan spilastokk hjá okkur, sest í sófann eða við borðið og fengið spilalögn og lagt lögn fyrir því og svo getum við hjálpað þér að túlka og svona finna út úr því hvað spilin eru að reyna að segja. Já. Og það er svo gaman að geta prófað mismunandi spil og svona sérstaklega ef að, þú veist, við eigum nú mörg hver einhver spil en prófa öðruvísi og sjá hvað er ólíkt þetta að vera að skoða með spilunum. Já. En það kemur einmitt eins og inn á tunglið að það er verið að hvetja ykkur til þess að hlusta á leiðsögn núna. Ég held ég hafi gleymt að segja varðandi þín persónulega umbreyting að snemskráningarfresturinn sem er sem sagt snemskráningartilboð rennur út á miðnætti á morgun laugardag. Þannig að þau sem hafa áhuga á að koma á námskeið og vilja kannski fá afslátt að þá er síðasti séns á morgun til þess. Annars er opið fyrir skráningar til 15. ágúst. En þá að finna, allar upplýsingar á vefnum okkar. Já, en þá er tunglið. Tunglið. Hættu þessu blaðri. Já. Þetta er svona steingitartunglið getur ítt svolítið við okkur. Já, steingitar rosalega staðföst. Jú. Og minnir okkur á að það er nauðsynlegt að byggja undirstöður undir það sem við viljum í lífinu og líka þetta að við eigum skilið að búa í samfélagi og eiga líf þar sem hefur sterkar undirstöður í hvaða þætti lífsins sem það er. Já, akkurat. Við töluðum aðeins það síðast en það er náttúrulega endurtekninga því en það eru náttúrulega aðrar afstöður með tunglinu núna þannig að það eru fleiri þættir sem koma inn. En það er verið að hvetja okkur líka til að svona skoða það sem að það geta komið hraðar breytingar með þessu tungli og varpa ljósi á svona ýmislegt sem ekki er í lagi í samfélaginu en líka hjá okkur sjálfum. Já. Og svona, talað svona ákveðna misnotkun, sýnt aðstæður sem þarf að breyta bæði samfélaginu og hjá okkur og í okkar reynslu. Já, kannski einmitt svona ákveðna blekkingar bæði hið innra og hið ytra því við búum líka til ákveðna blekkingar inn í okkur til þess að stundum að forðast það að horfast í augu við lífið og taka ábyrgð á því sem við vitum og við þurfum að taka ábyrgð á. En tunglið svona hvetur okkur til þess að koma auga á hvað það er sem er að hindra okkur og hvort að við þurfum einmitt að fara inn á við og
breyta lífsskoðunum okkar, breyta svona okkar grundvallar undirstöðum til í þá átt sem að kannski er meiri samhljómur við hjartað okkar. Já. Þannig að við séum ekki alltaf að hugsa bara með heilanum, heldur við leyfum hjartanu líka að Já, og þá taka þátt. Akkurat. Þá gildir svolítið að skoða allt, Já. hugsanir, tilfinningar, upplifanir, Já. af hverju er þetta svona, hver eru í kringum okkur, höfum við stuðning, erum við að næra okkur, Já. Hvernig lifum við, hverju viljum við halda og hverju viljum við breyta. Já. Og við notum náttúrulega fulla tunglið til þess að sleppa. Já. Og þetta er rosalega góður tími til þess að af því það er svo mikil hleðsla með þessu tungli, af því þetta er annað tunglið í röð í Steingeit, að nota tíman til að sleppa akkurat þessu sem við þurfum ekki. Og svo er mjög spennandi hlutur að gerast líka því að Mars er þetta tvíburan. Þá er nú stuð og stemning að þessi afstaða er að hjálpa okkur að svona leita lausna, að fá nýjar og öðruvísi hugmyndir, að hugsa út fyrir boxið, við upplifum okkur örugglega svolítið þessu uppfinningamenn á tímabili í þessari orku, en leið fylgir þessi rosalega mikla framkvæmdaorka. Þannig að við þurfum að vera meðvituð að ef við förum á stað í verkefni á þessum tíma, að við séum að fara á stað í verkefni sem eru hjarta okkar næst. Því að eftir svona orku innskot er mjög líklegt að allavega svona ADHD fólk eins og ég skilji eftir mig slóða handklára verkefnum þegar ég bara fæ geðveika hugmynd, ég byrja á henni, fæ leið á henni, fyrir að gera eitthvað annað. Þannig að við þurfum að vera svona einmitt að skoða hvað hjarta kallar á. En orkan er að stíða okkur í að klára verkefni. Já. Og koma okkur af stað og ryðja í rauninni frá okkur því sem að við þurfum ekki á að halda líka. Já. Og þetta með að losa, að geta hort bæði í það hverju við þurfum að sleppa úr fortíðinni, hvaða mynstrum og öðru, hvaða sárum við þurfum að sleppa, og því sem náttúrulega ekki þjónar okkur, við viljum komast í áttina af þessum hugmyndum. Já. Og stíga skref og sleppa þá því sem að hindra okkur í að ganga í áttina því sem við viljum. Það hlusta á innsæið. Algjörlega. Það kemur mikill innblástur og frábær tími til að plana framtíð. Já. Það er svona að sjá fyrir sér hlutina og að raungera. Þetta er svona svolítið smá kraftaverkstund eins og við lendum stundum í, svona kraftaverkstundum, þar sem að okkur finnst að geta allt. Já. Og þetta verður svona fyrir mjög mörg okkar, ef að stjörnukortið okkar þannig, það verður þetta þannig tími. En svo eru aðrir sem gætu fundist orkan mjög intensív, mjög mikil og óróleiki, erfitt að fókusa og gæti fundið þess að þörf að vilja bara fara inn á við, bara pakka sér svolítið saman, vera heima, vera bara svolítið í sínu rými, og sem er bara mjög gott líka, og þá einmitt að nýta þann frið til þess að fara í gegnum þetta allt, að skoða lífið sitt og hvar eru hnökrar og hvar viljum við taka skarið og gera breytingar. Og ef við finnum þessu orku svona ákafa og mikla, og að þá er náttúrulega bara nauðsynlegt að passa, og alltaf nauðsynlegt að passa jarðtengingun okkar, en aldrei eins mikið í rauninni og fullu tungli. Og passa jörðina, fara út í náttúruna, segjum náttúrulega sama hvert einasta skipti, en þetta skiptir bara svo ofboðslega miklu máli. Og leyfa okkur að, ef við þurfum að taka erfið samtöl, demba okkur í það, leyfa okkur að tengja við sannleikann í okkar hjarta og segja það sem þarf. Ekki láta neitt vaða yfir okkar hugmyndir eða hvernig við lifum lífinu eða hvað annað. Þetta er svona tími til þess að vera einmitt staðföst eins og Steingeitin er. Já, og að standa fyrir okkar virði, að virða okkur sjálf nógu mikið til þess að setja öðru fólki mörk og setja okkur sjálfu mörk, því að oft þegar maður fer að garfa í sinni eigin lífi þá sér maður manneskjan sem hefur kannski virt mann hvað minnst maður sjálfur. Og ef við erum alltaf að ganga gegn því sem hjarta vill og ganga gegn því sem við vitum að við viljum eða ættum að vera að gera í hjartanu, ekki hér. Ekki það við eigum að vera að skúra þeir ykkur svo, skilur heldur bara við vitum að við eigum að vera einhvers staðar annars staðar að gera eitthvað annað en við erum að gera í lífinu. En þá berum við ekki virðingu fyrir okkur sjálfum og við getum ekki stanslaust veifað fingrunum framan í annað fólk og sett í mörk og sagt þú verður að bera virðingu fyrir mér eða við snúum okkur svo við og brjótum okkur sjálf.
Ef að láta það vera loka orðið? Nei, það margt annað að segja. Nei, þetta bara Nei, mjög gott já. og náttúrulega aftur tengir akkurat inn á það sem við erum að gera á stóra námskeiðin okkar. En að skoða okkur út frá því af hverju verið að tryggja okkur. Einmitt þetta, það út af því við erum ekki að setja mörkin sjálf, það því við erum ekki að virða okkur, það því við erum ekki að næra okkur, erum ekki á þeim stað sem við viljum. Og hvar liggur þetta? Og leyfa okkur bara að nota þennan súperkraft sem kemur með tunglinu til að sleppa öllu því sem við getum. Já, æfa okkur svolítið í samskiptum, það svona svolítið meðbyr með samskiptum og líka, mér var svo skemmtilegt að þetta væri góður tími, sérstaklega þegar við erum að tala um þessa framkvæmdarorku þegar mars kemur inn í tvíburann, að þetta svo góður tími til þess að ræða hugmyndir eða eiga samræður sem eru út úr boxinu. Já. Að viðra þessar klikku hugmyndir sem að færa við aðra og sjá bara hvort það sé ekki hægt að búa til eitthvað skemmtilegt saman. Því að það er svo mikilvægt að við höldum áfram sem samfélag. Það eru gífurlega miklar breytingar framundan í heiminum og það er svona verið að undirbúa okkur fyrir það að við komum, því minna sem við erum í tengingu við okkur sjálf, því erfiðar að verða fyrir okkur að standa í fæturnar í gegnum þessar breytingar. Og það geta komið óþægindi upp með þessu tungli, að það geta komið snöggar breytingar eða hlutir sem koma upp sem við sjáum að verður að breyta. Og það nóg af þeim. Og það geta komið svona óþægindi með því, það verið að biðja okkur að sitja með þessum óþægindum, leyfa okkur að finna og bara upplifa þessar tilfinningar sem koma með og skoða. Það er alveg einstakt tækifæri í orkun núna til þess að fá svör við því hver tilgangur okkar hér á jörðinni. Hver tilgangur þinnar sálar hér á jörðinni og leið og þú ert búin að fá að vita það, eða fá að vita í hjartanu hvað það að þá leið verður afskaplega einfalt að sjá hvaða leið maður á að fara í lífinu. Því að ef þú ert einhvers staðar langt á tilganginu þínum, þá getur ekki verið mjög hamingjusöm manneskja. Það einhvern veginn, allavega í mín reynsla þannig að ég var komin mjög langt frá mínu tilgangi og mér leið alls ekki vel. Það alveg eins og var hjá mér. Já. En bara til að breyta framtíðinni þá þurfum við að taka skarð og framkvæma og taka skref í áttina á því sem við viljum. Og í svona orku sem að verður svona intensív, að þá líka rosalega mikilvægt að við séum meðvituð það vera ekki að deyfa okkur. Við eigum öll einhverja aðferð sem við deyfum okkur. Við dettum inn, við förum í skjáinn, við sumir fara að borða rosalega mikið eða borða óhollt og aðrir fá sér vín eða lyf eða aðrir fara að vinna rosalega mikið og gera, maður þarf alltaf að vera að gera einhvern veginn til þess að maður finnur ekki róna til að sitja í sjálfu sér. Og það er mjög mikilvægt að við séum meðvituð það þessari orku að stoppa okkur af. Og hætta að kæfa tilfinningarnar okkar, hætta að deyfa okkur, bara setja og fylgjast með hvað að gerast. Upplifa þær, leyfa okkur að finna. Við komum með þessar tilfinningar til þess að leyfa okkur að njóta þeirra líka, þó þær getur verið erfiðar og við getum verið viðkvæm og fundið vel fyrir öllu sem að gerast. Og þá náttúrulega bara mikilvægt að við þurfum að draga tilbaka að gera það, en muna eftir jarðtengingu, muna eftir náttúrunni og muna eftir því að ef það verða snöggar breytingar á plönum að láta það ekki trufla okkur mikið. Það getur komið upp ýmislegt að verða kannski snöggar breytingar og það getur pirrað okkur, það ekki eins og við viljum, en leyfum því bara að fara í gegn eins og öðru og munum að hlutirnir svolítið eins og þeir eiga að vera. Já, og það líka svona togstreita í orkunni. Það skapast togstreita inn í okkur. Það mjög svona á milli allra andstæðnanna sem eru inn í okkur. Þannig að til dæmis ego og tilfinningar verða bara að takast á og togast á í gegnum innan tíma. Tilfinningarna sem segja okkur bara, mér líður svona og egoið sem segir, það alltaf lægir, við erum bara sterk og frábær og við ætlum að halda áfram það sem við erum því að við gefumst aldrei upp og það segja, það mér langar ekki að vera hérna, mér langar ekki að gera eitthvað annað og við erum bara, hættu þessu væli. Þetta rosalega leikon. Það bara að vera í leikon. Mjög flott hjá mér. Og svona millidökk og ljósu hliðan okkar og ýmsa svona andstæðna innra með okkur. En þetta frábært tími og það eru smástirnir sem styðja líka við umbreytinguna, láta hlutina gerast, einmitt innblásturinn, sjá hlutina í réttu ljósi og bara komast að rótum og halda áfram. Já.
Þannig að við viljum að njóta þessarar orku Já. og nýta okkur hana. Bara gleðilegt fullt tungl Mm. og gangi ykkur alltaf helg.